4. Það föstudagur og föstudagurinn 20. maí. Auðun Blöndal heiti ég og sit hér í mínu sæti eftir, smá pásu. Það var frí í síðustu viku. Hjá okkur vorum við best of þátt og í fyrsta sinn í langa tíma erindar. Þar síðustu viku var það líka en þar undan var búið löngbyr. Erum við með fullt line-up hérna í FM 95 blöð því að þeir sitja í sínum sætum. Annars vegar einn mjúkur Steindi Junior. Aha. Hvernig ertu? Ég fróandi fínn og fyllandi góður. Það bara svoleiðis. Óbóðslega gott að heyra það. Ég hrikalega fínn í dag. Já, það er einhver glampi yfir þér. Ertu bara að fá þér það? Ég nefnilega, við vorum að læsa fyrsta þætti af Gett og betur. Já. Sem nú bara hefst næsta föstudag eftir viku. Þannig að máttu ekki mikið setna að vera. Við vorum að læsa þætti, við erum komnir hérna, það föstudagur, það fínt veður og ég funkar eftir veðri. Það er blekkið að veðri. Ég gæti fengið mér í kvöld, já. Ég gæti þurft að fá mér nokkra. Fyrir æsta junior aðdáendur, hvað hittar við hérna kvöldið fyrir kvöld? Svona þegar það fer að líða á, þá geti það verið Bjarni Fel. Klósett miðbæðarins, ég fer oft þangað og sný hjóli. Eitt græn gæjón? Ég er svolítið loose cannon þegar ég fennir í bæ, sko. Maður hættur að vera með fastan stað. Ég er ekki með neitt fastan stað. Nei. Þú geti fundið mig á kofanum, þú geti fundið mig á prigginu. Það er líka skemmtilegast henni. Já. Og í sínu sæti, við hliðin á einu mjúkum situr einn glerharður, lítur vel út, vel köttaður en það var hann að taka út vídeo. Hvernig hefur þú það? Ég er bara aldrei verið betri. Hver er fituprósentur á þér í dag? Hún er ekki háið það. Ég er 6. 6%. 6% fita. Herru, þurfum við ekki að fara að fitumæla mig aftur? Þetta var nú eitthvað rugl líka seinast. Hvað varstu síðast þetta? 30? Já, nei, þú sagði það, ég var ekki 5 sinnum feitari en ég. Nei, ég er það. Það er þetta rosalegt, það var alveg 6% og þú 30. Ég er nefnilega svona, ég er gæið með þungubeinin. Já. Ég myndi segja ég væri, ef ég ætti að taka núna gísk, alveg út í loftið, ég myndi segja 13%, 13-14%. 13%? Já. Það var bara annað brjóstið á þér, 13%. Alls ekki. Herru, ok, þú ert nú búin að vinna þetta í 10 ári, en að prófa að klippa hans í bumbunánum. Ekki fast. Ég þarf ekki svona að klippa hann. Ekki fast. Hvað heldur hann segja svona? Hann er rosalega langt yfir 13%. Nei, það? Þetta er mest hérna en á kviðunum, sko. Kviðurinn er að stríða þér. Já, lærin. Lærin eru fín, sko. Það er gamli góði fótbolta. Það er ekkert svo. Nei, ég er flottur á lærunum. Ég er flott læri, ég er með flotta leggi, flott læri. Ég held að væri mér frábær íþróttamaður og myndi fara að hreyfa þér. Að sjálfsögðu, ég er gamall íþróttamaður og ég hef alltaf verið á leiðinni ræktina. Leiðu þau ferðanga. Þá fá það að sjá mun og það hratt. Heldur þú ætlar að verða einhvern tíma fitt aftur? Nei, ég er bara að segja að ég er með metnað. Ég myndi ekki fara hefðbundulegina, við getum orðað það. Ég aldrei vitaði mann sem talar jæmt opinberlega það að ef hann ætlar einhvern tíma að koma sér í form þá ætlar hann að nota ólöglega efni. Annað er bara metnaðleysi. Við erum með frábæran þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Ég verða að grípa þessi fram í áður að fara yfir þáttinn. Ég hitti Loga Bergmann á hann. Hello man. Já, og ég skuldi honum 4 bjórkassa af því að ég tapaði í backpressukeppninni. En byrju, hvað var það um rímatsi á því? Nei, við vorum að tala um rímatsi og það er komið rímats. Og við erum að spá í, ef þið eru lausir, í hádeginu næsta föstudag. Ef þið eru lausir, þá myndu við fara mér í Egil ekki laust. Þú ert erlendis. Leið og kunni ekki mér heim. Ég er komin heim bara að 3. Ok, hendum okkur beint í það að því að það er komið nýtt Twitch í þetta. Nú, Twitch, ekki Twitch. Jú, Twitch segi ég. Hvað er nýja Twitchi? Ég á að taka, það er double or nothing. Ég myndi skulda um 8 bjórkassa. Það er orðið strákar hátt í 80 skall held ég. 8 bjórkassa? Já, það er bara, ég er að fara að kassa út aðleguna bara í Loga Bergmann. Eða, ég næja að stilla mig alveg af. 0 stilla mig. Ég þarf að taka 5 upphýfingar. Heldur þú getur? Já. Hvort er erfiðara? Ég held að það sé bara ekki fræðilegur, sko. Við erum að tala um alveg upp og alveg niður. Heldur þú persónulega að ná 5? Já. Já, þú reyndar heldur alltaf að þú getur allt. Nei, ég er bara hefur æftið eitthvað? Aldrei, en ég næði þessu. Ég veit ég næði þessu. Ég er 87 kíló í dag. Og ætlar ekki að æfa neitt fyrir þetta? Ekki neitt, ég ætla bara að mæta á park. Ertu 87 kíló, hvað ertu hár? Ég er 1,78. Já, ok, það er ekki alltaf næg. Já, ég varst það. Þannig að þú nærði ekki 5 uppbygging og skuldar Loga Bergmann 8 kassa bjór. Það er rosalega. Ég nefnir þessi backpressa, hún meikar engan sens. Þú ert að selja bílinn og tapar þessu. Já, ég veit að ég er í tómi vissin ef ég tapar þessu. En talandi um þáttinn, þá erum við með frábæran þátt í dag og já, það hlýtur nú að bera hæst að Guðni TH er á leiðin til okkar, forsetaframbjóðandi. Og já, samkvæmt könnunum er hann nú líklegastur til að verða okkar næsti forseti. Já, við gætum verið að fara að fá forsetan í heimsókn. Hann er frontrunner. Hann er frontrunner. Hvenær er kosið aftur? Hvaða dagsetning er þetta?
Ég man það ekki, en við ætlum að fá frambjóðendur til að koma. Við ætlum að fá nokkrast til að koma. Við ætlum að fá Andra og við ætlum að reyna að fá Davíð Oddsson. Við verðum að fá Ástór. Ég klikkast að við fáum ekki Ástór. Þú ætlar að kjósa Ástór Magnússon. Að sjálfsögðu. Ég í tím Ástór, ég hef alltaf verið. Við verðum að fá hann í stúdíu. Davíð Oddsson, ég búin að vera í fjölmiðlum í 15 ára og aldrei fengið hann í neitt þátt sem ég hef verið með. Ég hef aldrei séð hann með berum augum. Og ég held að hann muni eftir myndir Simone sem með Al Pacino. Já, sem var bara svona fake kona. Já, ég hef alltaf haldið að hann væri bara einmitt svona eitthvað svona holographic dæmi. Ég hef aldrei séð hann með berum augum. Ég trúi ekki hans til. En ég setti ykkur félagana í King of President og Blö var King of President. En ég er búin að bara taka Guðna í King of President og aðra frambjóðendur og sá sem skorar hæst í þessu fær atkvæðið mitt í kosningun. Það ekkert flóknar en það. Þetta ekki flókið. Mér finnst það samt að ég bara gildum alla þjóðina. Já, sá sem að vinna King of President í Agli, hann á bara að vera fórsetur. Ef þú skorar ekki hástig í 9-5 blöð, þá áttu bara ekki teima á bestum. Það hár rétt, já. En það annað merkilegt við hennan dag, svona meðan ég set hérna á fyrsta lag þáttarins, að systir mín, hún Marja Blöndal, hún 40 í dag. Og já, þetta minn gamla geitin maður orðið 40. Albesti vinnur og ef hún að hlusta innilega til hamingju með daginn. Snillingur. Hvað sagður, gamla geitin? Nei, hún lítur mjög vel út. Hlusta á FM 95 blöð, hér á FM 957. Það Steindi Djún, Auðun Blöndal og Egill Gils með ykkur á þessum glæsilega föstudagsstrákar. Það 10 mínútur búnar að þættunum. Já. Og ég í svo hættulegum gír. Já, veistu að ég bara... Það eitthvað rosalegt sumar í mig núna. Líka við vorum ekki í síðustu viku og það eitthvað púki í okkur. Ég finn þið gæti verið þetta fram á kvöld. Ég var að keyra í bílum daginn og stóð 17 stæði hiti í Mælaborunni. Þá trillist ég fungur eftir það. Glatti það. Trillist? Já, það bara bilast ég. Það bara hann, ég bilast. Herru, það myndu einhverju línulega. Þú líka svo uppveðraður þetta. Já, ég væri bara, ég gæti ekkert fungerað í einhverju heitu landi. Nei, kannski myndir róast þá. Já, Ísland svona mín handbremsa. Já, ég ætla að byrja slúðrið á King David Hasselhoff. Já. Það ekki oft sem hann í slúðrinu hérna hjá okkur F95 blöð. Frábær náungi. Já, topp maður, don't mess with the Hoff eða hvernig sem það var. Hann hann í vesinni kallinn. Hann orðinn blankur. Já. Og segist ekki eiga nema $4,000 á bankabók sem eru, það 500.000. Það stendst nú ekkert. Nei, þetta náttúrulega maður sem þjenaði 100 milljón á Baywatch og Knight Rider og fleiri. Var hann ekki komin í eitthvað talent líka? Jú, hann var dómari þar. En hann það spurning hvort hann sé blankur eða hvort hann þetta sé út af hans fyrrverandi, því að hann borgar fyrrverandi konunni sinni support eitthvað $252,000 á ári sem eru 35 milljónir cirka held ég. Ef þú gefur á Google er ekki að flækja þetta og skrifa bara nafnið hans net worth $110 milljónir. Net worth á það hjá honum núna? Já, ok, hann ekki blankar en það? Segir Google allavega þegar ég vilt með þetta nokkuð inn á hreinu En hann allavega kvartir við því, hann ekki nema $4,000 og það þurfum við að lækka. Hann bara búinn að koma peningunum í skjól. Hann ennir ekki að fara að dæla peningum. Hann með 110 milljónir net worth. Veistu hvað kemur og skrifar Björgólfur Thor net worth? Nei. 3,5 biljónir dollara. Já, takk. Hann aðeins að taka Ætlu við ekki reyna að fá hans sem gestin. Þú ert að hann verið vinur. Já, ég var alltaf verið að auglýsa eftir vináttans. Mér langar að vera vinur hans. Já, ég var alltaf verið að auglýsa eftir vináttans. Ég skil ekki af hverju hann ekki búin að hafa samband og bjóða mér út kannski bara á eina UFC eða á einn íshockeyleik. Ég, hann og Dennis Rodman eitthvað og sprella. Heldur að Björgólfur myndi að gaman að hanga með þér? Ég held það. Já, ég held hann bara líka sko. Við erum að tala bara, við myndum bara að hanga saman. En þú myndir alltaf reyna að vera fyndin og svona, hann myndi bjóða þér aftur. Já. Þú myndir ekkert vera eitthvað alvarlegur og spyrja bara hvernig gengur business. Nei, ég myndi ekkert fara að skrifa eitthvað uppistand fyrir þess að ferð. Ég myndi bara mæta hress og Ég sé að þetta verið góði félagar. Já, við varum flottir. Ég held það líka. Björgólfur Thor og Steindi Junior mættu að opnun völdklass í, það var frábært tvíegi. Í Mosfellsbæ. Svo það næsta slúður í auglýs eftir viðlóttans. Já, hérna. Það Ozzy Osbourne, minn okkar. Hann í vesinni núna því að það var að komast upp að hann búinn að vera að halda fram hjá Sharon. Já. Og hann búinn að vera að halda fram hjá við hárgreiðsludömuna sína, Michelle Pugh.
Pugg. Við erum að tala mann sem beit haus af leðablöku sko. Já, og það nú ekki að versta sem hann hefur gert. Þetta náttúrulega líka sko rockari, það þarf enginn að segja mig það að þetta sé fyrsta sinn sem hann skransa framhjá með fullri virðingu fyrir Ozzy Osbourne og Sharon. En það kannski öðru sem núna þurfum við að gefa skinn hérna bara allir í skálmöld sem halda þig framhjá Nei, það kannski smá munur að vera Ozzy Osbourne eða að vera söngarinn í skálmöld sko. Hann að klipparinn hans sem var búin að fara í klippingu til mörg ár var í ástarsambandi með henni. Já, þetta til dæmis eitthvað sem ég þarf ekki að áhyggjur af. Nei, þetta ekki það Þessu ég myndi verið í ástarsambandi og Robba í kartinu. Já, stundum held ég að sérta. Við höldum það báðir. Við höfum alltaf að tala við það. Bara þetta komið bara frá þér. En þetta mjög huggulegur. Kemur bara ekkert óvart að þið myndi koma úr skátna saman. En hann segir hann getur ekki lifað án Sharon og að vona Við erum bara hótturleitt að sé á lífi ennþá. Já. Hann ekki búin að vera að deyja í svona 20 ár? En kemur það fram, þú veist, var hann að stundar mög hérna, þú veist, á klipp í stofunni eða fór hann í klippingu og síðan vippuðu sér bak við eitthvað stöð? Nei, það stendur ekkert einna sko. Bara hann hefur, hvað ert eitthvað rugglaður? Nei, bara að vera haldað framhjá. Það er bara mjög sérstætt. En það hefur vist verið fleiri konur í spilinu og þar á meðal kona sem Osbourne kynntist á AA-fundi. Já. Þannig að þetta ekkert, hann búinn að vera eitthvað. En hann 67 ára gamall, það er nóg að testa í honum ennþá. Já, þetta kolbeilalið með, kolbeilalið. Svo það hér, hvað sagði það, nóg að testa í honum ennþá? Já, ég meina því að 67 ára og svona, það ætti hann ekkert að vera mjög horny, sko. Því að testosterónflæðið er búið að keyrast vel niður þessum aldri, sko. Hann er greinlega þá vel á lífi kallinn, sko. Já, herru, svo það hérna loka slúrið, það að Daniel Craig, það kannski nokkri búin að sjá þetta er inn á MBL. En ég er ekki búin að sjá það. Hann er núna að neita að leika í 2 kvikmyndum við viðbótum James Bond, en tilboðið hljómaði upp á 68 milljónir punda sem samsvarar 12,4 milljörðum íslenska króna. Hann sagði nei. Þannig er hann að neita 12,4 milljörðum fyrir að leika í 2 bíómyndum svalasta, hann er svo svalur sem Bond. Men kannski langar hann bara ekki að vera Bond. Nei, ég veit það. Það er ekkert sem ég myndi ekki gera fyrir 12,4 miljónir. Hvað þá að leika Bond í 2 kvikmyndum? Já, ég held þetta bara tengist ekkert peningum. Þegar þú tekur ákvörðun að vera Bond, þá ertu orðin rosa mikið typecast á, sko. Það er erfitt að snúa tilbaka, sko. Já. Og ert alveg að hann er samt bara svo svalur, Daniel Craig var ekkert að gera mikið áður en bara í Bondin. Minn Bond, það er náttúrulega margir sem er alltaf að röfla þetta. Það er Sean Connery, það er þessi og hinn. Minn Bond er Pierce Brosnan. Er það? Já, það er minn Bond. Ég held að sé Daniel Craig hjá mér sem svo svalur. Hver er Bond? Brosnan. Já, þetta var slúðurpakki dagsins. Engin Nicolas Cage, nei, hann var daginn á Taco Bell. Nú að gerast það. Engamál.is í samstarfi við FM 957 boðar til stærsta stefnumóts Íslandssögunar þann 27. maí næstkomandi. Það sem þú þarft að gera er að ná í Engamál.is appið og finna FM 957 á hraðstefnumótinu. Þá ertu komin á stærsta stefnumót Íslandssögunar. Alla vikuna fyrir stefnumótið hitum við upp í beinni á FM 957 og gefum þeim sem taka þátt í stefnumótinu fullt af skemmtilegum vinningum. Þann 27. maí gefum við svo utanlandsferð fyrir 2 til Barcelona. Hlustaðu á FM 957, náðu í Engamál.is appið og taktu þátt í stærsta stefnumóti Íslandssögunar. Pepsi Max kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar 10. til 12. júní á Selfossi. Páll Óskar, DJ Muscleboy, Úlfur, Dúntifréttin, Sælan, Skítamónat, Stöðlabandið, Í svörtum fötum, MC Gauti, Lofgúru og fleiri. Forsalan er hafin á miði.is og í Gallerí Ósón Selfossi. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Hörkutilboð á Dívolt. Aðeins í takmarkaðan tíma. Opið til klukkan 7. Dívolt á heima hjá Sindra. Túborg og Reykjavík kynna í 11. sinn á Íslandi. Icelandic Tattoo Convention dagana 3., 4. og 5. júní í Gamla bíói. 25 tattúlistamenn sem koma víðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention 2016. Sami vinahópurinn, sömu áhugamál, sækið sömu staði, hlustið á sömu tónlistina. Þeir hreinlega smell passið saman. Þú og Aiko. Farðu og sleftu þér út í sömarið. Komdu og reynsluaktu Aiko. Toyota.
Viltu stunda nám í framsæknum alþjóðlegum háskóla? Viltu vinna að spennandi verkefnum í samstarfi við fyrirtæki? Viltu læra af góðum kennurum í framúrskarandi aðstöðu? Það opið fyrir umsóknir í Háskólan í Reykjavík til 5. júní. Velkomin í HR. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. We'll be passing by and they'll be wasting time, just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það styttist í Guðna TH Guðna TH. Það var að dingla og að koma inn í stúdíói. Já. Og Egill hendi bara mjög casually. Var þetta the president? Og þetta verðandi forseti? Var þetta the president? Já, hann dettur ekki alveg hérna inn strax. Æðislegt. Kemur hérna eftir smá áður við fáum fórseta frambjóðandan Guðna, þá ætlum við að fara í dagskrárlið sem er alltaf á þessum tíma. Vitið hvað leiðu það, drengir? Ég myndi gíska á slúður. Nei, við var í slúður. Já, við vorum í slúður. Það hvort myndur þú fyrir ykkar? Það hárrétt hjá Steindi. Þetta tók við nokkur ár en þú ert svona fann að fatta hvernig þetta gengur hérna. Og þetta eru 3 spurningar og þið segið mér náttúrulega bara hvort þið myndi fyrir ykkar. Og reynsa hugan. Já, fyrsta spurning hljóðar svo. Hvort myndu þið aldrei fitna aftur sama hvað þið borðið eða aldrei vera þunnur aftur? Vá. Aldrei fitna aftur. Þetta er bara sko að geta að geta borða bráði gat, bara hendur í meat and cheese, ferri maltesses, filtar, reymar og hert bara áfram 6%. Þú ert að lýsa mínu lífi og ég 14%. Þú varst 13 ára, feitnar í hlið. Stundum þreyttur á kjúklingnum og svona, og laxinn frá hafinu er mjög góður og allt það sko, en þetta er svo leiðilt og þunnur samt. Ég er með svo auðvelda reglu í lífinu. Ef fyrri talan á viktinu verið 9, að ég hef aldrei náð 90 kílóum og ég ætla aldrei. Hefur aldrei farið 90? Aldrei. Þetta er ótrúð með hvað þú ert breiður. Já, og ég er axlabreiður. Það er þannig. Ég held að ég er bara mjög hauslur. Nei, fólk sem horfir á mig það hugsa bara, heyrðu, þessi maður hann liftir. Hann er í Gym 80. Það er fyrsta sem ég hugsaði. Hann er í jakabóli þessi. Hann er í jakabóli, hugsa það. Sko, já, þannig að mín regla í lífinu er basically ég það sem ég vil. Fer á viktin á 2 manna fresti og ef talan er ekki 9, fyrirtalan er ekki 9, þá er ég bara góður. Ok, þannig að þú myndir það velja aldrei þunnur eða? Já, maður fitnar aldrei aftur, ekki kíló. Nei, þú fitnar ekki bara aftur. Já, ok. Ég held að myndir nú flestir velja það, eða ekki? Sko, jú, ég er líka bara, Þingan er bara ágæti stoppari líka, sko. Já, og ég er nú bara, orðin svolítið rólegur á pöpunum, sko. Það er bara þannig, því að ég er alveg hinskilin. Það maður er kannski duglegri eða væri aldrei þunnur. Nei, það tengið, maður er bara eldast, sko. Ég, Þú ert samt okkur 10 ára yngri en við félagarnir, sko. Já, 4, ekki gefa henni 10. Ég ætla að segja, ég er sammála ekki. Ég ætla að vera sammála honum. Já, ég held að tækju það flest. Já, ég held að, er ekki, maður líkast það sem er einhvern veginn, það er að hægjast á þessu saman og maður getið tóknað út. Næsta spurning, þriðja spurningin er mjög skemmtileg, ég er spenntastur fyrir henni, en áður fyrir mig hana, það var þessi hér. Hvort myndi vera alltaf með fullt batteri á símanum ykkar? Þú þurfa aldrei að hlaða hann aftur. Það hljómar ógeðslega vel. Eða aldrei biðja í röð aftur? Sko, mér finnst ekkert, sko. Jú, hvað er ég að segja? Það er eiginlega sem ég gerir að býða röð. Já, ég meina. Og að hreitt viðbjöður að býða röð. Þú varst með alla raðir. Þannig að ég er í Vatnsennabötugarði á Benidorm og það er Er það fyrsta röðin sem hugsaður úti? Hvort þú kemst fremst í Vatnsennabötugarði á Benidorm? Já, það maður stendur út kallt út en þá blöytur. Það var veistlegið að hlaupi fremst. Þú verður að prófa að fara til einhver annar land. Hættu þessu beni ruggli hérna. Það er 36 ára gamall. Ég myndi borga fyrir að sleppa því að fara til Benidorm. Ég myndi alveg borga fyrir að segja bara besti staður í heimi. Þetta er svo tannlösi Bretar. Þetta er frekar sko að sleppa því að vera í röð aftur á flugvelli til dæmis. Það er mjög leiðilegt. Ég hugsa strax maturubúðirnar. Það er hræðilegt sko að Þannig sem það er engin röð lengur í bíó því að maður kaupir alltaf miðan áður maður fer á the internet sem er mjög þægilegt. Þannig að það er ekki lengur röð þar.
Maður ekkert mikið í röð. Það eiginlega búið bara. Nema þegar maður í Vatnsvernarbúðargarði eða flugvelli. Já, en maturubúðar. Það eru vestar, það eru horfar. Ég fer bara alltaf í Krónuna hana inn í Kórakverðinu og það aldrei röð þar. En að vera í röð einhvers þar í Bónus, dóttiðin kannski pirru, það eru 10 manns og undaðir, þú ert orðin svangur, þetta hræðilegt, sko. Þetta er góð punktur. Já, þetta er bara hard. Hvort ekki? Alltaf fullt batteri var í stemning. Ég komið 6S Plus iPhone. Batterið hefur ekki verið að stríða mér í honum. Þannig ég ætla að taka díli með röðina. Já, málið er að sama hvaða síma maður fær sem batterið alltaf jafn lélegt. Ég ætla að segja batterið. Þú ert frekar aldrei að batterislegs. Já, og þegar heima hjá mér gleymi ég alltaf hlaða líka. Ég basically líf mitt snýst það að finna hlæðslutæki og ykkur einstungu. Líf mitt snýst það. Ég ger ekki annað í lífinu en að reyna að hlaða síma. Slakkað á maður. Gandu þið gera, kæru hlustendur, það er spurningin. Svo er það þriðja og síðasta. Kort og ekki svara í þannig búið með spurningum. Gerðu með þann greiða. Ekki reyna að vera fyndin innan. Nei, ég var þegja bara. Hvort myndu þið frekar vera sköllóttir það sem eftir er? Við myndum báðu velja. Þegiðu, allt ekki aftur í maður, þú leikur ekki. Hvort myndu þið frekar vera sköllóttir það sem eftir er? Eða vera 1.47 eins og Danny DeVito það sem eftir er? Hann er pælið því, hann er 1.47 og sköllóttur. Já, pælið því. Hvað er sköllóttur lengi? Hvað sagður, Guður lítur að Sköllóttur lengi? Sköllóttir það sem eftir er? Ekki sem eftir er. Eða 1.47 það sem eftir er? Já, ok, 5 ár. Fyrir nú ekki að gera það og verið sköllóttur aftur lífið. Málega það, þú veist, það er fullt af fólki sem er fullt af kallmönnum sem er 1.47 og mér finnst ekki það í. Fullt af kallmönnum sem er sköllóttur líka, ykkur finnst ekki fullt af kallmönnum sem er 1.47. Það er lítið. Já, en málega það, ég ætla bara að vera hinskilinn. Ég hef sagt þetta áður sem þetta. Ég var eins og ný röð einmitt sem var náttúrulega hræðilegt. Varst í röð? Í húsasmiðinni og það var lítill kall. Mjög lítið, hann hefur verið í kringum 1.47. Nei, hann var rétt slefaði við dvergamarkinn. Það var, og hann var komið á honum og hann var í fullum rétti þarna. Það hlustaði enginn á hann. Ekki neitt, það tók enginn mark á honum. Hann var bara gammandi lítill kall. Jú, það var ekki tekið mark á honum. Fólk horfði bara á hann og bara, þetta er bara gammandi, hvað er rólegur, hann var bara, já, það var lítill kall. Nei, alveg, fólk var bara, hvað gæti hann ekki greitt fyrir maður? Nei, fólk, kútur, slakað á, það kemur að þér. Hvað var sagt við hann? Farðu aftast, jafnvel. Það var bara, það var komið illa fram við hann. Það var þú vilt meina að þú fáir ekki virðingu út lítill? Nei, og ég held að þú fáir meiri virðingu. Ég held að 2 metra hár maður fái þvílíka virðingu í búðum. Sko, en 2 metra hár, 130 kíló og sköllóttur massar eins og The Rock. Má ég vera eins og The Rock? Ég get ekki bætt að þið sentimetrum með þetta. Þú getur bætt að þið kíló. Þið getur sagt ykkur það sjálfur. Ég myndi að ykkur er Rock eða Shaquille O'Neal var í röð í húsasmiðinni eða gammandi maður sem var 1.47. Hvað heldur að starfsfólki myndi að taka mark á? Ég er bara ekki að kaupa þessa sögu. Ég er ekki að kaupa. Að starfsfólki í húsasmiðinu hefði ekki tekið mark á hann. Og hann var mjóróma líka. Hann var bara afsækið og fólk var bara það var enginn að spá í hann. Ekki neitt, ég horfði bara á þetta. Ég bara, djöfull er þetta leiðilegt maður. Þetta var eitt með þess að hræðilegt. Ok, ég er sköllóttur þá til 2021. Þannig ég er bara innandýra þangað til. Já, einmitt, eins og bara við sköllóttum mennir eigum að vera greinilega. Það er bara, málið það, ef maður missir hárið þá held ég að sé bara trikk maður að halda sér brúnum. Já, kaffibrún alltaf. Maður þarf bara að vera kaffibrún og þá er maður bara nettur, sko. Mér finnst ég alltaf að tala eins og Emma skildi, það er einn í stúdíónu sem er búinn að missa hárið. Ég er einn að beint á mótinu, sko. Já, ég meina, þú ert súkulega kulísu. Já, ok. En hvort takki? 1.47 að eilífu. Það sköllur í 5 ár. Nei, þú ert einn 25 ár líka. Já, þetta er bara 5 ára til. Já, ég myndi vilja vera 1.47 að það. Já, ég vil taka það líka. ég freka vera jafn lítill og Danny DeVito heldur en að vera sköllóttur? Ég væri til að vera núna bara gammandi. Nú er þið bara að reyna að vera fyndnir. Nei, alls ekki. Víst, þú ert ekki að segja mig það, þú myndir freka vera 1.47 heldur en sköllóttur. Já, bara staðfest. Nei, ekki sjens. Hvað er betra en að ferðast landið? Jú, að ferðast landið frítt. Skráðu þig á n1.is og það gæti gerst. N1, hluti af ferðasumrinu. Ertu fagmaður? Klæddu þig þá eins og þú sért fagmaður. Sindri vinnuföt, númer 1 á Smiðjuveginum. Lífgaðu upp á vinnudaginn og pantaðu hotlan og ljúffengan veislubakka á fundin. Serrano, fresh, happy, max. Hristan, elskaðan,
Keyptan. Juicy Shakers, nýtt gloss frá Lancôme. Það verður ilmandi fjör í IKEA helgina. Milli klukkan 1 og 5 kynnum við nýbakaðar heimapítsur og brauðstangir. Komdu, smakkaðu og lærðu handbrauðin. Vertu velkomin, IKEA. Gardena gæðavörur færðu núna í Bíkó. Bíkó, gerum garðin betri. Jójó ís með Oreo keksi. Jójó ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Það hárið þetta, Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum kærlega fyrir það. En við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið við drengirnir og það forseta frambjóðandinn Guðni TH. Vertu velkomin. Takk ykkur fyrir. Hvernig hefur það? Já, mjög fínt, takk þér. Já, mikið stressaður þessa dagana? Ekki stress, en það nóg að gera. Já. Aðeins öðruvísi en í mínu fyrra lífi. Vertu hreinskilin, þetta leiðilegt eða? Nei, þetta mjög skemmtilegt. Þetta skemmtilegt? Já, alveg svakalega skemmtilegt. Hvernig myndir þú segja að munum væri? Er það bara að vera hringið alla daga? Já, ég mitt. Ég fekk kannski 1 símtal á dag og eina vinabeðinni á mánuði og nú öldun önnur. En hvernig það nú ertu að verða the president og já, mögulega finnst þér fólk koma öðru sér fram með núna þá eru þið búið svona fólk að sleikja þeim upp svona, þú verður mögulega the president? Nei, ég tek svona eftir því að fólk svona skáskýtur augunum og svo koma margir bara upp að mér og óska mér góðs gengis og vona ég vinni og það allt saman. En maður sér svona aðeins að fólk horfir á mann. Er þetta gamall draumur hér að verða forseti Íslands? Nei, ég hef ekki alið með mér þennan draum. En þegar ég ákvað að láta slag standa þá vissi ég að maður gerði þetta ekki með halvum huga, þannig ég er í þessu alveg 100%. Já, þú ert all-in. Alveg all-in, já, sem að segja góður íslensku. Einmitt. Við ætlum að henda þér hérna á eftir í smá keppni sem að Egill setur upp sem að heitir King of President. Já, mjög spennandi. Já, sem er mjög spennandi. En það er mjög oft þægilegt að kynnast svona fólki bara með nokkun hraðaspurningum. Þannig að þetta er þá bara hreinsaður hugan og segir rauninni að fyrsta sinni dettur í hug og þá fáum við svona að vita aðeins meira þig. Sjálfsagt. Ertu tilbúinn? Já. Hver er uppáhaldsmaturinn? Fiskur. Uppáhaldslið í ensku? United. Velkomin á Bessastæði. Ekki Newcastle. Þetta var bara besta svar. Leicester. Já, það er svona njútraf. Hvað drekkur á djamminu? Ég djam ekki. En ef þú skildir þetta á djamminu með okkur strákunum, hvað myndir þú fá þér? Ég myndi fá mér Egils Kristall. Ná, drekkur ekki áfengi? Jú, ég drekku, ég fá mér Ertu kvik? öl yfir, nei. Ég fæ mér 1 bjór með boltanum, ég orfa á bolta, eða hvítvín með matnum. Þú máttu vera opinn hérna maður, við dæmum ekki. Já, og það heyrir enginn í okkur það. Ok, þannig að það var bjór líklegast með okkur. Já, ætli ég fengi mér gett kaldan með okkur. Ok, ég er til ef það er áhugið fyrir þig eftir. Fallegasta kona fyrir utan Magga? Hraðaspurning, fallegast og kona Keira Knightley. Já, vel svarað. Hefur þið farið í sturtu með öðrum kallmönnum? Já, bara í sundi. Já, þú ert ekkert að útskýra hvernig, bara að spyrja. Ekkert svona oftar en venjan eða þú veist? Nei, hvers konar spurningar? Uppáhalds bíómyndin? Shawshank Redemption. Já, vel svarað. Uppáhalds hljómsveit? Monsters and Men. Það er atkvæðið þar. Leður eða latex? Leður. Hver er svalastur? Þú. Hei! Davíð Oddsson er góðu gæi. Þekkir þú Davíð? Við höfum leiðir okkar af aðeins legið saman og ég hef ekkert nema gott Davíð að segja. Já. Svona mestu leiti. Hvað kveikir í þér? Góð bók. Bíó eða leikhús? Bíó. Ok, hvaða mynd sástu síðast í bíó? Ratchet and Clark. Nú, Steindi verður nána Já, ég talaði um Ratchet maður. Já. Hver ert þú þannig? Ég er kötturinn. Já, kötturinn var uppbólspersóna mín. Er það ekki? Atkvæði þarna, það er atkvæði þarna. Hann er að ná okkur. Djúvill er hann með okkur. Það búið svona að fyrir við léttir. Það horfður þið mikið á enska boltan? Já. Já, og fylgir þetta er stórleikur á morgun þá á þínu vönnum? Já, ég missi því miður af honum út af þessu forsetaframbóði. Það verður að hafa rétt að forgangsröðu í þessu. Ég verð á öðrum vettvangi, en ég held auðvitað með mínum mönnum áfram og þeir, ef sagan segir okkur eitthvað, segir sagfræðingurinn, þá vinnur United Crystal Palace, þeir gerðu það síðast í bikarúrslitum. Ok, ertu Van Gaal átt?
Ég myndi nú ekkert gráta mig í svefn ef þið skiptum til þjálfara. En eru menn ekkert að líta á Newcastle United? Nú menn eins og Alan Shearer og Andy Cole og svona menn hafa verið hjá kompaníinu. Jú, Andy Cole var góður hjá Newcastle en hann var betri hjá United. Þú veist að þínir menn voru að falla stendi, sko. Já. Nú, Hvað mennar þeir voru ekkert að falla neitt? Þeir eru komnir í fyrstu deild. Eru þeir komnir í fyrstu deild? Þú fylgist ekkert með. Nú ætla ég bara að fara að halda með einhverjum öðrum. Þetta orðið þreytt. Hún gæti ekki meira saman með Newcastle. En þú sagðist vera meira í bíó heldur en leikurs, ferðu oft í bíó? Nei, ég fer sjaldan í bíó. Já, en hvað svona liðið þitt á Íslandi? Já, ég á mörg lið á Íslandi. Ég ólst upp í Garðabænum, þannig að stjarnan á hlutaði hjarta mér. Svo bjó ég í Vesturbænum, þannig að þá var ég káeringur, en nú bý ég út á Seltjarnarnesi, þannig að Grótta mitt lið núna. Já, ok, þannig að það fer bara eftir ykkur á byrð. Já, það verður að vera þannig. Já, þar hafið þið það eitthvað sem þið vilja fara meira út í, drengir? Nei, ég bara meðast að koma fáranlega vel út úr hraðspurningum. Já, gefa hann það. Það er spurning hvort hann komi jafnvel út úr King of Presidents. Já, ég held það. Sú spurningarnar Egils eru hér eftir smástund, en þetta var vist upp á hljómsveitin hans og þetta er of Monsters and Men. Þetta er upp á hljómsveitin hans Guðna T.H. sem er hérna hjá okkur, forseta frambjóðandinn of Monsters and Men. Það er náttúrulega verði hljómsveitin það. Það er mikið stress á þér núna, þegar ekki, Guðni, þessa dagana? Ekki stress, en það er nóg að gera. Ok, því að það er stjórnlega staðrind að leika við hvolpa og kettlinga, það minnkar stress. Nennur að hætta lauminni sem stjórnlega staðrindum? Ég ætlaði bara hendi eina. Við erum að fórsetan í stúdíun og þú ert að lauminni einhverju stjórnlega staðrind. Það er bara ekki hægt að setja því. Ég er nú bara að hjálpa manninu með það. En heyrðu, áður við förum í spurningarnar. Fyrir hvað stendur TH? Torlasíus. Ok. Torlasíus. Afi minn hét Guðni Torlasíus og ég spyrður í höfuð honum. Ég hefur örugglega verið að skemma fyrir mörgum. Það er svona gaman líka bara að vita ekki. Eins og muni ekki eftir Simpson þættunum, þegar maður vissi ekki hvað jóðið stóð fyrir J. Já. Maður var svona vonsvikinn þegar maður vissi það. Ert þú vonsvikinn núna þegar þú veist þetta er Torlasíus? Ég hefði bara vitað, já, eiginlega. Ok, hér er sturlustaðrind. Það var eitt forseti Bandaríkjanna, Harry S. Truman. Hann segir sagan, og ég held að þetta sé rétt, hann sem sé hét bara Harry Truman, en það staði eitthvað svo flatt og hann ákvaði að kalla sig Harry S. Truman, en S-ið stendur ekki fyrir neitt. Kerði bara S-ið? Já, það er reyndar, já. Það er heitt, en ég selði þetta ekki dýrar en ég keipti þetta. Auðvitað S. Blöndal. Strax Blöndal. Blöndal. Þetta gerir maður mikið flottar. Maður á að bæta við einhverjum staf einhver staðar bara. Já, þið vantar þetta, sko, það er náttúrulega Steindór Hróar, Auðun Blöndal, Egill Einar. Þið vantar Egill S. Einar. En ekki nota Hróar, notaði H. Steindór H. En það er komin tími á King of President. Og málið er að við þurfum að útskrifa sko fyrir Guðna. Ég setti strákan í þessa keppni. Það vildi vita hver af þeim yrði bara betri forseti fyrir Íslendinga. Þannig ég setti það bara í 10 spurningar sem ég tel að svona, já, við gefum okkur svona vísbendingu hvort það getur góða forseti eða ekki. Taktu vel eftir, hann sagði sem ég tel. Já, það er kannski svo leikilandi. En það er ekkert en það er ekkert, þú veist, það er ekkert hraða spurningar, ekkert stressa okkur félagunum, sko. Það er fylgist að gera þetta. Og þetta er bara spurning, ætlar ekki að setja trailerinn, en hann er ekki í dag, eða hvernig það? Eigum við ekki að sleppa allan trailerinn svona þegar við með mann sem geti farað á besta staðinn? Trailerinn er líka svona 18 mínútur, við erum ekki alveg að nefna. Nei, ég held að president myndi að hafa gaman á trailerinnum, en allt í lagi. Það er ekki svona útlenskar slettur hvort þið Ef þú fílar ekki útlenskar slettur, þá skulum við sleppa þessum trailer. Það er ekki eitt. Ok, spurning nummer 1, gætur hugsaðar að búa á Bessastöðum? Já. Ok, það er punktur. Þú farið punkt á það. Komið stig. Hefur þú mikla reynsla því að ferðast og neyta áfengis? Já og nei. Reynsla að ferðast, en ekki af því að neyta. Fylgir ekki svolítið að vera fórseti út að hitta ykkur að meistra og að hella í þig og þarf einhvern veginn að mingla við liðið? Maður þarf að sulla, sko. Ólafur Ragnar er mikill reglumadur áfengi. Segir hann okkur? Nei, ég þekki hann aðeins og ég veit þetta fyrir víst. Ok, þetta er hálfur punktur. Það er hálfur punktur á nagunni. Þú hefur viljað að væra sull í þessum ferðarmiðl? Já, ég vilja það endar. Þetta kannski hendur sig í vodka Red Bull og hittir á Obama eða eitthvað. Munið ekki eftir Boris Jeltsin, Rússlandsforseti. Já, hann fekk sig nú aðeins. Hann fekk sig vel, sko. Var það ekki frábær fórsetið? Hann hafði kost og galla eins og við hinn. Ertu hrifin af því að samkynniði fá að gifta sig? Já. Hefur þú strögglaði að borga reikninga um mánaðamót einhver tíma á lífsleiðinni? Nei, en þetta hefur staðið tæft öðru hverju. Ok, þannig að smá mannleg hlið þar, þú er ekki að syndi cash all life. Nei, það verður nú seint sagt, ég er sagnfræðingur ill. Og hefur þú reynslu af því að ferðast í einkaþotum?
Nei, ég hef enga reynslu af því. Ég get ekki gefið þér punkt það. Mistur að punkt hana. Það ekki þegar verið að fórseti, þú verið að venjast engaþóttum og þú hagaðir ekki eins í engaþóttu eins og bara í monkey-klassi yfir á, sko. Ágætt að koma inn á það, Öddi fekk stig þarna á sínu tíma, ekki? Já, Öddi hefur til þess mikla En ég hef verið uppfærður á sagaklass, bara fyrir helbera tilviljun. Ég myndi punta það. Ég var bara réttum maður á réttum stað og réttum tíma. Bara á réttum stað í röðinni. Hefur þið farið í þveng? Nei. Farið í þveng. Gast ekki sleppt þessari einu sinni. Þetta mest í fáiði sem við veitum. Hann spyr okkur aðeins í hverju einustu keppni. Þú þurftur að hafa þvenginu með forsetaframbjóðanda. Án gríns. Ég ekki að tjóka, þessi spurning tengist aldrei neinu. Við erum alltaf að tala Hvað tengist að vera góður forseti? Hann hafi farið í þveng, getur þú sagt mér? Þetta bara basic spurning og hann sést fær ekki punkt þar. Þú er aldrei farið í þveng? Ég segi bara eins og Ólafur Ragnar, nei. En af hverju ertu líka af hverju fær maður punkt fyrir að hafa farið í þveng? Það er bara með jákast, Steindór. Það er ekkert jákast. Þú farið í þveng, maður. Já, ég farið í þveng og ég neita ég viðurkenndi það óvart til einu sinni. Þú búin að nutta því framan í mig núna í nokkra mánuði. Það er bara 4 spurningar eftir. Þvengnum? Nei, ekki þvengnum. Hvað er að koma með marga punkta? 4 spurningar eftir, sko. Ég misti, það lág gendaðastölu. Ekki segja basic. Þetta hálfa stig, já, fyrirgeðu. Sagnfræðingurinn að lesa yfir mér þetta. Þér ánægði með það. Ég með það lág gendaðastölu, að þessi hálfu punktur á hann, hann klúraði skórunum minni, það bara regnið allt og eftir. Það standi mjög vel samt. Spurning, hefur þú reynslu í að gera það glaðan dag á rándýri snekju? Nei. Þetta er alveg eins og engaþóttan. Ég hef ekki farið í engaþóttu. Þetta er eitthvað sem þú getur alltaf bara að fengið reynslu í, sjálfsögðu, þú ert orðin president. Þá er fólk að fara að bjóða á snekju. Þú ert að fara að hella kampaði niður á snekju. Það er sem er að gerast. Ef þú verður forseti, nennur þú please einhver tíman að taka okkur með í einhverja svona óvissuverð. Ég byrði þig mjög fallega. Ég er ekki að hugsa mikið hvað gerist eftir 25. júní. Ég er fyrst og fremst að horfa á það hvernig mér tekst að sannfæra fólkum að... En þú hefur okkur í huga? Þú veist á okkur? 3 spurningar eftir. Myndið þú leggja þetta mörgum svo áfengið er selt í maturverslunum? Nei. Það er ekki hlutverk forseta. Ákveðum það á Alþingi. Samt einhvern veginn getur beittir í Það getur allavega að græja það að ríki verið opið á sunnudum. Það er svo bastnald að panta landa ef maður halda matabóð á sunnudum. Það með að sína smá fyrirhyggju Já, kaupa bara þessu undan. Smá rauðinu eða eitthvað. Eftir með landa í matabóð? Nei, ég er bara svo bastnald að geta að kaupa sér áfengi á sunnudum. Það eru 2 spurningar. Ef þetta er þitt stærsta vandamál þá verður bara eiga það við því. Við verðum svo flottir á snekkinni. Og sko, myndur þú berjast fyrir því að leyfa kasínó í Íslandi? Nei. Þetta er ákveðin Ég held að sé bara að fórsetin eigin sem var pæli svona dóti. Nei. Sko, það er skrítið samt að við félagin getum ekki farið í blattjaki kvöld bara í Perlunni. Perla er flott kasínó til dæmis. Þá er það hlutverk Alþingis sem löggjafans í landinu. Þú ert ekki að standa í því? Ég er ekki að standa í því. Og síðan spurning, áttu yfir 100 í bekk? Nei. Því miður. Hvað átti í bekk? Hvað á ég í bekk? Ég bara hef ekkert farið í bekk. Ef myndu spila bróðin, hann myndi við það? Já, sko, ég á 2 öfluga bræður og annar var hann ekki að taka 120 í bekk? Er það ekki semmilega gott? Já, mjög fárlega gott. Hann tók 120 í bekk. Ég tók 70 í bekk í keppnin okkar góðu. Nei, þú tók 60 og skeist með 70. Ekki gera lítið. Ég teki liftingaræfingu með pata. Það vantar ekkert power í þann, meistara. Ferði í ræktina reglulega? Nei, en ég spila fótbolta einu sinni 2 viku og frútt á hlaupa og alveg svo juniorin, hann tekur æfingu. Komið með mér í sjósund. Við skulum koma með mér í sjósund. Þegar þú lofar að bjóða okkur bestastæði í finnur. Þetta var forsetaframbjóðandi Guðni TH eða Guðni Tólasíus, búið að sannur heiður að fá þetta. Hann fær fullt 2 stiga í okkar bókum. Já, alveg. Mín ánæginn. Topp maður og... Hvernig eru kostninga? 25. júní og muna, það er alveg sama hvað þið ætlið að gera en muna að kjósa. Það er ekkert sjálfgefið að við fáum að kjósa í lýðræðisríki. Þannig að allir verða að kjósa samkvæmt sinni sannfæringu, kynna sér stefnumál frambjóðandana og nýta þennan rétt og mæta og kannski líka vera tímanlega á þessum degi því að ef við komumst áfram á EM þá er leikur klukkan 7 kvöldið og ekki viljum nú missa því. Þetta getur verið svaða dagur. Þetta var rosalega dagur. Já, sérstaklega þú sem geymir allt til síðustu stundar. Já, algjörlega. Maður sem það komið sér landa fyrir matabóðu sitt. Þetta er bara komið í kalendur hjá mér. Þetta er komið í kalendur. Hann er ekki bara að kjósa, Steindir er ekki að kjósa. Þú veit að kýsi, ertu klikkar, ég kýs, alltaf. Fórst á Justin á sínu tíma? Nei, ég er ekki alveg á þeirri línu. En hann er komin á fónin. Takk kærlega fyrir komuna, Guðni. Takk. Nálgast. Og hvernig gengur að skipuleggja? Ok, en hvernig var að ferðast frítt landið með fjölskyldunni í sumar? Skráðu þig á nnet.is og einmitt það gæti gerst.
Enn einn hluti af ferðasumrinu. Apocalypse is coming. You're fighting a god. Not all of us are going to survive this. You're not students anymore. You're X-Men. X-Men Apocalypse, komin í bíó. Iðjuþjálfunarfræði, nútímafræði, félagsvísindi, fjölmiðlafræði, líftækni og sjávarútvegsfræði. Kveikir þetta í þér? Þetta nám geturðu aðeins stundað við Háskólann á Akureyri. Kannaðu málið. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem 5677888. Ilmandi kaffi, svalandi djús, frískandi shake og gómsætt samloka. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Trust laugum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Það held ég, elsku vinir, þið eru að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957. Við erum ennþá hérna félagarnir Guðni nýfarinn, hann stóð sér vel. Já, ég var ánægður með hann. Stóð sér vel. Hann svaraði öllu og... Já. Það er svo skemmtilega, hann setur líka svolítið hérna standardtanna því að við viljum að fá fleiri forstaframböður og það mér allir taka þátt í þessari King of President hjá mér. Nákvæmlega. Ég er mjög spenntur að fá Ástór, ég er alltaf í tím Ástór, ég er í tím Guðni líka, ég til ég að fá, að þetta verður spennandi að sjá, hvað fekk hann samt? Hvað fekk hann í engunni þar? Sko ég held málir, ef ég gef honum málir, hann fekk punkt fyrir að, hann gæti hugsa að búa bæstuðum, það er líkilatrið, hann þarf að vera president. Hann fekk halva punkti að vera mikla reynsla að ferðast hann þetta áfengis, gaf hann halva punkti þar, hann er hrifinn að samkynni að fá að gifta sig, punktur þar. En ég sagði, hefur þú strögglega að borga reikningun og mánámat eftir tíma? Hann sagði nei, en það hefur verið tæft þaðan, þannig að ég hef bara að gefa hann halvan punkt þar. Og þetta er basically sko 3 punktar komnir. Hann er ekki verið að þarf eftir einhverjum, hann er ekki verið rondur í snekkjum, hann er ekki farið í þveng. Þetta er líka bara ekkert sem að gera hann að góða fórseta. Hann geti kett sér rauðvinn út í búð. Hann vil ekki lega Gilsson og fara í blackjack eða crabs eða eitthvað í perlunni. Og hann er ekki bekkið yfir 100, hann er 3 punktar á Guðna. 3 punktar? Það er 3 soliði punktar. Sem ég fílaði líka, hann svaraði öllu í hraðaspurningum og svona. Þú veist eins og oftar maður segja fallegasta kona fyrir þetta maka og segja menn alltaf passi eða mamma sín eitthvað. Hann hætti bara Keira Knightley. En þú öflugu hefði pakkað saman King of President og keppa móti Guðna þannig sko. Það er skellur. Vinna þessa keppni. Nei, vill maður að forseti Íslands, það er bara, sé svo eftir að sagt þetta, en vill maður að forseti Íslands skori hátt í þessari keppniðinni? Nei, það held ég ekki. Ég held ekki. Til læri stig því betra vænta. Ég er að veltaði fyrir mig hvaða forsetaframbjóðandi skora hátt í þessu sko, en það kemur bara basically í ljós. Ég get ekki ímyndað mér að Sturla hafi farið á snekkju. Heldur ekki? Nei, ég veistu það. Sturla, er hann eitthvað inn að running ennþá? Er hann ekki bara... Já, ég held að Sturla er alveg all-in. Já, ok, en nafnilega nokkur sem eru hætti við, sko. Já, það er Ari Jósef. Ég held að Sturla, hvar er... Ég var að sjá á vísi núna, það eru 9 frambjóðendur sem eru held ég farnir all-in. Sturla er einn, það er Ástór, það er Davíð, það eru... Vistu það, ég er svo lélegur samt í þessu, ég veit ekki eins og hvað við fáum alltaf hana Ástór hérna, við fáum Davíð, við þurfum að fá hérna... Það eru 3 mjög frambarlega konur sem eru í frambóð, við þurfum að fá þær líka, ég veit, mann bara ekki nöfna. Það er basically að við þurfum að sangjarna, við þurfum að fá alla. Auðvitað. Svolítið erfitt að fá 9 samt sko? Nei, við fáum bara 2 í einu. Ég held að við ætlum að fá einhvern sem að mælist með prósentur. Akkur fá ekki 2 í einu til að keppa í King of President? Það er svo spurning. En talandum forseta, það styttist hér, þú ert með augljósa staðreyndir eftir þig, Steindi? Já, það eru brakandi feskar og það eru mjög augljósir þetta. Og fleira, en áður fyrir mig það, og talandum alla þess að forseta, að þá ætlum við að fara hérna í giftast, sofa hjá drepa. Eða giftast, sofa hjá hend út í sveit og ég er búinn að bæta einu inn. Þannig að núna er þetta giftast, sofa hjá hend út í sveit og djamma með. Og djamma með? Þetta er nokkri, hvað það er, 4 valmöðleikar? 4 nöfn, er þetta að flækja þetta eitthvað? Djamma með? Ég ætla aðeins að flækja þetta. Ok, þessi 4 nöfn, þið þurfa að giftast einum, sofa hjá einum, henda einum út í sveit og djamma með einum. Davíð Oddsson, Andri Snær, Guðni TH og Ástór Magnússon. Já. Davíð Oddsson, Andri Snær. Talandum fórseta frambjóðendur. Guðni TH og Ástór Magnússon, já. Einmitt. Giftast, sofa hjá það var, þetta er drepa og djamma með, það er nýtt koncept á Blondale þar. Já, þið voru 4 nöfn. Þetta er erfitt sko. Hvernig djammaru með? Sko, ég myndi detti með Ástóri. Já.
Að sjálfsögðu. Ég held að það sé æðislegur í glasi. Ég held að það sé létt yfir honum. Hann þinn maður, þú oft sagt það. Já, hann minn maður og ég, sko, Ástór var mjög góður á djamminu. En Ástór, drekkur Ástór? Já, það lítur að vera. Hann kvitt, hann Ástór. Nei. Hann still going strong í öllu sem hann gerir. Ég held að vera æðislegt að skokkin á Bjarnarfell með Ástóri Magnúsinni og hend okkur í hjóli. Hann líka margátt sýnt að það nett flip í honum. Græna gæi og eitthvað svona eitthvað rugl. Hann mikill flippari. Þið veit að ég leitaði ákveðinu stabilitet þarna þegar ég að fara að gifta mig. Já. Ég held fjárhagslegt öryggi. Já, þú komið inn í stöðum. Við vitum allt. Ég nenni ekki vesinni. Hvað ertu það bara að giftast Davíð Oddssyni það? Það flott hjónaband maður. Þú voru áttið á því að Ástór drullar peningu líka. Ástór, nóg til í Ástór. Og Andrisnær er virtur rithöfundur og nóg til. Og Guðni TH, ég sé bara hvernig hann hafa sér að nóg til. Þetta er basically allir menn sem þeir eiga allir, það er kassa allstaðar hann, sko. Já. En ég er að spá í að djamma með Davíð Oddssyni. Það er djamma með Davíð Oddssyni. Hann er svo fyndinn. Já, hann er comedian. Og sér bara eins og þú horfður á gamla klippum með honum þegar hann er að rífast eitthvað lið. Hann er mikill húmoristi. Og ég held hann geti hellt vel í sig líka. Ég ætla að klára þetta strax. Ég ætla að hell lífið með kongum. Ok, hverjum ætlar að giftast, Egil? Það er að koma með fjárhagslegu örygginu. Já. Ég ætla að giftast Ástóri. Ástóri? Ok. Það er ekki match made in heaven. Þú sagði það bara hvernig þú sagði þetta. Ég líka hlusta á hann daginn þegar það var í viðtal á RÚV og hann tók gæjan sem stjórnaði þættunum og svo pakkaði honum saman. Og ég var að hlusta og hugsaði, þetta er bara svona vil ég, þetta er eiginmaðurinn minn. That's my husband. Var eitthvað gæja að reyna að gefa honum eitthvað skít? Ég hef aldrei heyrt gæja að pakka það mikið saman. Hann myndi alltaf taka upp hanska fyrir þig líka, pottet. Já, og líka, það sýnir líka að segla í honum, hann gefst ekki upp. Ég nenni ekki að gifta gæja sem er að queerer. Hann er að bjóða sér fram núna í 20 skiptið. Þú tökur í honum. En nú er ég 2 eftir, nú það Steinda að klára hvað að segja. Steinda, hverjum ætlar að giftast? Sko, ég tók djammi með Ástóri. Já, ég tók djammi með Ástóri. Mér langar smá að breyta því. Mér langar að giftast Ástóri, sko. Nú ætlar að taka saman Egil? Nei, ég ætla að djamma með Ástóri. Ég held að hann er svo rosalegu þegar hann kemst í þrefaldanveldi. Ok. Þrefaldan, hvað? Vodka í Red Bull? Já, eitthvað svoleiðis, sko. Ég held að, þá lifnar hann allir við, sko. Og verður alveg klikkaður, sko. Og þú ætlar að djamma með Ástóri sem er mikill meistari. Já, ég hugsa að ég myndi, sko, mér fannst Guðni koma rosalega vel fyrir. Þannig ég hugsa að ég myndi bara vilja giftast Guðna. Hann er bara flottur. Ég held að myndi bara ala mig upp eins og sitt eigi bad, sko. Já, í giftingunni. Hann leiðir eftir. Já, auðvitað, mér fannst þess að ég rugglaðist þess að hann ætlaði mig. Já, ég held að hann væri bara mjög góður eiginmaður, sko. Ég sagði óvart basically á hann, sko, hann leiðir eftir mig, sko. Þannig að það er eina sem myndi verið þreytt og það heima ára sjónarpið og þú segir basically og hann leiðir eftir alltaf eitthvað, ekki segja basically. Nei, það var reynda þreytt, já. En ég held að þú getum alveg mæst að meira leið þar. Ég held að myndi alveg fyrirgefa eitthvað svona. Hann kannski hættir líka til smá tíma þeir eru makar. Hvernig ætlar að sofa hjá Egil? Ég ætla að renna inn. Hættu að sofa hjá. Ég ætla að renna inn í Guðna. Guðna, hverjum ætlar þú að sofa hjá, Steindi? Hann var hérna. Það var huggulegur og hávaxinn og hann var hérna rétt á. Og hérna bróðir hans þvílíkur meistari og hverjum ætlar þú að sofa hjá, Steindi? Ég segja bara lista minn. Ég kom með hann. Já, komdu með hann. Ég kom með hann. Ég myndi djamma með Ástóri. Hvernig ætlar að renna inn í? Ég myndi djamma með Ástóri Magnúsinni. Ég myndi giftast Guðna. Það er bara þannig. Ég er búin að ákveða það. Okay. Ég myndi sofa hjá Andra og dreipa kongin. Nei, maður. Ég myndi senda Davíð. Er ekki lægi með Ég myndi senda Davíð Dabbi fyrir sveitina. Ég myndi sofa hjá Andra Snæ. Giftast Guðna og djamma með hann. Það er bara einn eftir og það er kollegi minn Andri. Já, og sendur hann út í sveit. Já, því miður. Það ætlar að sofa hjá Davíð Oddsinni það? Nei, djamma með Davíð. Það ætlar að djamma í honum, já. En þú veit, þú sofa hjá Davíð það? Já, okkur ekki. Gerum eitthvað gott sem fólk fær að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fær að Þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það máttu það Ef að þú vilt dansa eins og fylarinn á þakinu máttu það
Frikki Dór hér með Dönsum Dönsum eins og hálfvitar virkilega flott lag sem verður einhvern veginn líka bara betra og betra við hverja hlustun Hvernig fengur frönsku staðarnas King Frikki Dór? Reykjavík Chips Ég veit ekki, hefur þú farað ánga? Nei, ég hugsa kannski bara vel Ég vona að gangi vel sko Ég vil að Frikki sér rakin kæð sko Já, við þurfum ekkert á neinar ágjur að Frikka hvert var steindi? Fram að fastreikja Ég grunar að hlaupið fram til að fastreikja það Hvað var þetta rafsíkartu sem var með daginn? Það búið í bilið Hann fekk aftur eitthvað svona drullu Já, eitthvað, hann kann ekkert að mixa þetta rusl Flókið að læra það? Ég veit það ekki Hann hleypur út, það spyr, hvað er langt í þetta? 1 mínúta, ok, þá hleypur hann út Það tekur 10 sekúndur að hlaupa út Sér hann að kveiki síkartunni, fastreikja Ég skil ekki hvernig hann heldur að ná að koma aftur á 1 mínútu Samt reynir að Yfirleitt næra hans, nú er hann að skýta Hann er ekki neitt út í hún akkurat núna Nei, sem Daberti, ég áður við förum við ætlum að reynda auglýsa staðreyndir hér rétt og eftir En ég ætla að spyrja ykkur drengina Ég bara byrja þá á þér Það er ekki flókið Ef þú mættir vera einhver annar í einn dag hver myndir þú vilja vera? Ef þú mættir bara fá að velja einhvern bara hvern sem er Til dæmis poppar, ég var til að vera Patrick Schwarzenegger til dæmis Patrick Schwarzenegger, myndir þú velja hann af öllum mönnum, svona grínlust? Já, ég fylgist mikið með honum Ég er búinn að læka Facebook síðan Ég held þú sérst þá eini sem fylgist svona vel með honum Ránt, hann er bara mjög vinsæll Þannig að þú myndir velja hann Já, Þú frekar vera hann heldur en Matthew McConaughey eða eitthvað Jú, sko, ok, en er ég ekki fara að vera hann bara núna út af því að hann er 93 eða 4 ára sko Matthew McConaughey er, þetta er þvílíkur maður sko en ég er hugsað bara því að þá er ég meir eftir og pabbi minn er Arnold sko Já, ok, þú vilt bara heima hanga með pappa og þú veist, og það brjála að gera hjá honum hann er mjög, sko, hann er alltaf eitthvað að leika sér bara sko hann er ekkert að vinna okkur laga sko Nei, hvað er hann að gera? Og það var allir sem mynda sér enn í gær sem hann skrifaði Me and my gal enjoying a nice afternoon in Alabama það var bara eitthvað chillandi í Alabama nýju kærtunni sinni Nú, hann er komið nýja eftir Miley Já, mjög huggulegt stelpa Þannig að þú myndir velja Patrick Schwarzenegger af öllum mönnum Kemur hlungurinn steindi, ég var að spyrja Egil hérna að þú mættir vera einhver annar í einn dag hvern myndir þú velja? Ég ætla að velja Patrick Schwarzenegger þegar ég er búin að fylgjast mikið með hann og samskiptamöllum Þú myndir vilja vera hann, já Já, virkilega skrítið svar Ég hefði, það, Miley Cyrus hefði komið sterkt til greina af mér en ég get það nú ekki, ég víst að Þau eru náttúrulega ekkert samanlengur, sko Þau eru ekki samanlengur, nei Hann strauk bakið á fyrirverandi Nei, hún strauk bakið á honum á paparazzaður Svona í fljótu það væru rosalega margir, sko en ég ætla bara að henda á ég myndi vilja vera Rihanna, kannski Ég heit það Já, ok Er það ekki eitthvað? Jú, já, okkur Nei, ég veit ekki Hún er bara algjört öðfari og túra og Já, taka hérna tónleika og bara prófa að vera hún Er það ekki eitthvað? Já, ég sagði, herðu, ég laumaði neitt sturglæri staðrind á hann hjá Guðna og þeir voru að pyrra ykkur á því Það er samt ein hérna sem að ég verða Nei, ég bara verð ekki komið í brenslu Það er lauminn sturglari nr. 2 Nei, ég ætla ekki að lauminn, ég ætla að spurja ykkur Því að ég stend við mitt og ég er ekkert með sturglæri staðrindir hérna lengur Það eru við brennslunni En samkvæmt sturglæri staðrindum þá eru 36% mér finnst þetta svo hátala 36% fólks er með fettis þegar kemur að kynlífi Þetta táafettis er svona vinslæsta Já, það eru hellingur af fettisum Og ég verð að spyrja ykkur eru þið með eitthvað fettistrengi? Þetta er ekkert eitthvað feimnismál ef svo er Nei, nákvæmlega, ég er bara hreint út, nei Engin fettis af þér? Nei, ekkert svona Ekkert eitthvað rugl? Nei, ekki neitt Ég er svolítið svona leiðilegur í svolítið Ég sko Ertu með pleini í rúminu? Nei, ég er ekkert Ég beði ekki um að slökka ljósið og hafa sængin á okkur sko. Ég er ekki með þú veist tætnar og En ég meina þú hefur verið að leika í þáttónuðinum Þú átt með alls konar búninga og svona Þú hefur leikað fyrir karakter og svona Aldrei eitthvað hendir í einn og svona eitthvað En þótt ég segja leikari þá er ég ekki að fara að henda mér í Nei, veistu hvernig ég kæmi þá heim Vistu hvað ég hefur verið að leika? Já, ég myndi hefur aldrei Á ég að koma heim sem Níels eftir þetta eða flagarinn eða fíknefnadjöfullin Ég er náttúrulega að leika fárlega gæja Það var eitthvað rosalega að kona Ég er ekki að leika töff slökkulismann Ef að konaði myndi vilja að kemur heim sem Níels það væri hræðilegt Já, það væri náttúrulega bara hræðilegt Ég myndi bara segja nei við því En engin fettis af þér Ég væri opinn fyrir öllu En ég er ekki með neitt Egil, einhver fettis af þér? Ég er svona fljótu bræði Það er ekki alveg klára á því sko. Þú ert með stórskrítið í gangi Segðu það Eitthvað táafettis eða þú veist Ég er ekki
Ég ekkert alltaf að lemja með ykkur svipuð eitthvað þannig að þetta bara nokkuð eitthvað neginn. Hafið þið hérna... Ert þú með eitthvað þetta? Nei, ég var einmitt að hugsa þetta. Ég held ég sé ekki með neitt fetti, Þú skrýður mig heimi, það allsberð ekki. Nei, ég lappi svefni. Já, helst að það var bara fetti sem mér, það skrýðum. Allsberð? Nei, þó ég lappi stundum í svefni. En hérna... ok, þá vitum við það. Það hvorur ykkar með fetti. Egil, þú ættir að giska ef að Steindi væri að fela fyrir okkur. Hvaða fettis heldur hann væri með? Ég myndi samt ekki fela. Ég held að Steinþór... Ég sé fyrir mér svona bara með kúlu upp í munnum. Ég held að Steindi vilja láta niðurlega Ég sé fórtana bara. Já, sé þið bara svona... Ég er þólandi í þessu. Þú verður aldrei vilja láta með það, Steindi? Nei, ég er alveg feskur. Hér eftir smá stund, augljósa staðrendir hjá Steindanum, en við skuldum víst auglýsingar. Vorið komið og grundirnar gróa, gerinn og lækurinn og potturinn stefnir í 23 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Er komin tími til að endurnýja bílskúrsurðina? Hafðu samband. Sindri, Viðarhöða 6, Bæjarhrauni 12 og Skútuvogi 1. Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Í fyrsta sinn á Íslandi. Endalaust tal, endalaust SMS og endalaust gagnamagn í GSM á aðeins 2.990 krónur á mánuði. Lífið þér á stutt til að flækja hlutina. Kynntu þér málið og tryggðu þér áskrift á 365.is. Jójó Ís, sorbet með kíwi og lime. Jójó Ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Ég er enda mikill Tiny Tempa maður, en þetta finnst mér bara ekki flott lag. Hvað drast var þetta maður? Já, það slökk á þessu miklu fyrir maður. Þetta er ekki nógu gott. En þeir að hlusta hér á FM 95 blöð og ég var að áður en þú ferðið þinn dagskalið, Steindi. Hér sé ég að það er verið að bjóða Floyd Mayweather að bjóða Conor McGregor 6,2 milljarða fyrir að boxa við sig á nýjársdag. Ég get nákvæmlega sagt hvernig það færi. Mayweather myndi rótan á kannski svona mínútu. Já, ég held að hann ætti ekki. Ég gefi Conor mínútu. Nei, ekki neitt. Ef þetta væri MMA, ef þetta væri UFC, þá náttúrulega myndi Conor drepa hann, sko. En þetta er box, þetta er bestið boxar sem uppi við verið. Og þú veist, er hann bara að þykja 6,2 milljarða bara fyrir að láta lemja sig? Já, Conor var náttúrulega bara nána og bara stækka nafni sitt og allt þetta. Conorinn, hann var sko þeir voru svipaðir í boxinu, bara hann og Díaz, sko. Og það er bara gæi, þú veist, þetta er ekki bara, hann geti bara blindandi. Það er bara 100%. En hvað erum við að fara í, Steindi Junior? Herru, við erum að fara í augljósar staðreyndir. Það er ekkert annað. Þær eru vel augljósar í dag, ég get alveg lofað því. Já, þær eru þar endur alltaf höfður. Já, þær eru helvíti augljósar í dag, helvíti augljósar. Og ég er í miklum feeling fyrir augljósum, ég væri til í... Ertu með Mr. Selfridge-bettan? Já, herru, það vil náttúrulega skemmtilega til. Hann er fundin. Það er æðislega. Kannast þú hennan? Já, veist það, ég fæ svo marga tölvuposta. Fólk er að leita þessum betta. Ég þurfti að fá hann í þér. Ok. Herðu, býtu, en er ekki alltaf látt í honum? Já, hann er bara eitthvað í botni. Það getur við ekki að hækka hann aðeins. Það var bara eitthvað í headphone-unum? Já, svona, nú er ég búinn að laga headphone-un líka aðeins. Ok. Herðu, eru þið klárir í... Það eru 5 þessar staðreyndir. Egil, ert þú klár? Ég er klár. Mér finnst svolítið skrítið sem að vekja augljósar. Nei. Það er við drápum störðlaðar. Já, það er koma af og til. Það er bara gott veður úti, Guðni var hérna áðan, ég er í feeling, það er bara tími á augljósar. Ok. Þú ert klár? Ég er klár. Já, ég þarf náttúrulega að horfa á þig. Já, þú verður að horfa beint í augun á mér og þá er það fyrsta augljósa staðreind dagsins. Hún hljómar einhvern veginn svona. Að setja síman á airplane mode breytir honum ekki í flugvél. Já. Skemmtilegt. Já, ég meina þú veist, þetta er enda bara sími. Já. Hann er bara stiltur á airplane mode. Akkurat. Hann virkar ekkert á meðan en þú veist, þetta er stilling sem maður setur á í flugvélum. Átta sig allir á því. Síminn breytist ekkert í flugvél. Nei. Góður. Þessi var augljós. Þessi var vel augljós. Ég veit aldrei hvernig ég á að haga mig. Þú ert búin að segja þetta því að þú horfið svo silli hérna yfir stúdíóði. Þú veist ekki eins og sjálfur hvernig þú átt að haga það. Þú ert búin að segja þessa vitleysu. Nei, ég sko, maður fer í einhvern svona sérstakkan gír. Þá er komið að annarri augljósi staðreind dagsins. Hún hljómar einhvern veginn svona. Þú skín ekki á því að borða peru. Nei. Þú hafði gaman að þessari. Verða viðurkenna þess að vera
Þess að með þið betri. Þetta er bara ávöxtur. Þú voru bara í besta falli sattur. Já, þú ert ekki að fara að skína neitt. Ég vil meina þess að það eru með þeim betri. Þetta er ekki svo að borða ljósapyru. Nei, hvað heldur þú skínið við það? Að borða ljósapyru? Nei, já, þú veist, þetta er bara venjuleg pera. Þetta er bara ávöxtur. Þú ert svona vitlaus. Nei, þetta er bara ávöxtur. Þú voru bara í besta falli sattur. Þú sagði þú skín ekki eins og að borða ljósapyru. Ég meina, myndum maður ekki vísa allir upp og maður myndum gleypa í ljósapyru. Ég myndi halda það. Ég hugsa, ég hef nú ekki sagt það einu sinni. Þá er komið að þriðju augljósu staðreynd dagsins og hún hljómar svona: vitlausa beinið er ekkert heimskar en hin beinin. Þú hefur gaman þessi var ágætt. Hún er í stuði í dag. Já, hún er ekkert, vitlausa beinið er ekkert síður í starffræði en hin bein. Hvað er kallað vitlausa beini? Hvað sagður, ekkert síður í starffræði en hin? Ég meina, þetta er ekkert heimskara bein, þetta er bara kallað vitlausa bein. Hin beinin er ekkert góð í starffræði, hin beinin er ekkert ég var ekki að tala um það. Ég er bara að segja að það er bara vond að reyka sig í þetta bein. Já, ég veit það, en þú sagðir það er ekkert verri í starffræði heldur en hin beinin. Já, ég meina það er ekkert heimskara en hin beinin. Nei, en heldur hin beinin séu góð í starffræði, eða? Nei, ég meina, já, hvað áttu við? Þau eru öll jafn klári þessi bein, eða jafn vitlaus kannski. Já, það er ekki heimskara en önnur bein. Nei, ég veit það, ég er alveg búin áttum á því stendur. Það er staðrend. Þá er komið að fjórðu augljósu staðrend dagsins. Það eru 5. Hún hljómar svona: 10 af 10 deyja fyrir 200 ára aldur. Já. Það verður enginn orðið 200. Það verður enginn á því. Enginn á 200. Það verður enginn á 200. Nei. Ekki einn maður. Þessi var weak. Þessi var ekkert weak. Hvað mennur þetta bara augljóst staðreynd? 10 af 10. Þessi var weak. Treftu mig ekki. Nei, ok, sorry. Það er mjög fín. Það verður enginn á 200 ára aldri. Enginn. Nei, ég best afsökun. Þetta er augljós staðreynd og ekkert annað. Hún á heima hér. Þá er það 5. augljósa staðreynd dagsins og eina mínum uppáhald. Þú veitir fegin og sett hættu með spurningarnar. Já, það getur komið setna. Varamaður er ekkert með stærri varir en aðri leikmenn. Þú veist, hann er bara ekki nóg góður hann er bara vegnum. Hann er bara kallaði varamaður. Fattur hann kemur inn sem varamaður. Hann er ekkert með stærri varir, svo það sé kallaði varamaður. Nei, nákvæmlega. Þetta er 5. og síðasta augljósa staðreynd dagsins. Mér fannst það að vera mjög góðar. Já, þetta var bara æðislegt. Alltaf frekar augljósar einhvern veginn. Það voru alltaf mjög augljósar. Mjög augljósar. Æðislegt, við þökkum Það er ekki gaman að þessu. Alveg mér þetta. Þú horfðir í auguna mér allan tíman. Já, ég meina þú heimta það alltaf. Hvað þetta er? Já, eitt vinsælasta lag á stöðinni í dag, Cheap Thrills með Sia og ég veit ekki hvað Sean Paul er að tróða þessar veitin. Mér finnst þetta flottara bara með Siu. Það er svona gæði sem tríður þessu gætnan inn. En það er búið að, sko, nú er ekkert að fýblast. Það er búið að vera rifist hérna á milli þess að við vorum að spila lög, því að við ætlum að hendi í karaoke eftir drengirnir. Og það er meiri samkeppni í karaokeinu hjá okkur heldur en fólk trúir. Og ég komst eiginlega bara að því núna. Já, menn það vilja allir vinna karaoke-keppnina. Menn voru byrjað að rífast hérna. Og það er ekkert grín. Það er að Rikki er ekki með, þannig að hlustundu takk ekki þetta risa troll sem þau tóku hérna á Richard undanfæri, láta kjósa trúðina. Herðu, ég er búin að heyra það út í bæi, þetta hafi nú ekkert verið troll. Nei, hann er bara verið betri en þið. Hann er bara verið betri. Já, bara mest að kæfta þessi hirt. En allavega, við vorum að reyna að velja hérna þema drengirnir og það enda í rifrildi. Menn vildi ekki vera, einn vildi ekki vera með 90s þema, hinn vildi ekki vera með rock'n'roll þema. Þannig að ég er að spá ég að bara leyfa hlustendum að velja þetta. Þannig að núna bara ringja, það er ekki bara fair, drengir. Það er ekki tækt að vera að rífast. Einhver hlustandi kalla bara hvað lög við syngjum. Eða ekki bara fá 3 lög í hús og svo drögum við lag. Það er bara, nú ringir fólki í 511-0957. Það nefnir 3 lög, við tökum inn 3 hlustendur, það eru komin 9 lög og þú verður bara að velja eitt af þessu lögum. Það er ekki bara fair. Það er flott. Ég skal skrifa niður hvað lög þetta er. Ok, 511-0957 og þið veljið lögin svo verður nú ekki rifrildi hérna í þessum þætti og tökum 3 hlustendur. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Mjög góða kvöldi. Góða kvöldi. Þetta er glöngósi, ég heyri það. Hvað ringið þú? Ég ringi Borgarnesi. Borgarnesi, toppstæða til að vera á. Já, ég veit ekki. Hvaða lög? Skýta place, Borgarnes. Nei, ég var alltaf með skallagrímar, toppstæða. Ok. Hvaða lög vilt þú heyra í karaokeun eftir? Mátt nefna 3. Ég vil heyra Dansins og Hálfvitar með Frikadór. Já, það þarf reyndar að vera á ensku. Þetta ensku. er karaoke útgáfa af því, eða? Ensku, hörðu, þá ætla ég að fá Chandelier með Siu. Chandelier með Siu. Takk fyrir þetta, það er komið á blað. Ok, en ræður ekki hlustu hver tekur hvaða lag? Er það ekki? Við getum bara dreigðið svo eftir. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað ringið þú? Ég er hérna í Árbænum. Glæsilegt. Hvaða, ef þú mætti velja 3 lög í karaoke, ertu með eitthvað? River Town. Ég var nú alveg til að heyra einhvern meistar að taka hérna What Makes You Beautiful með hérna One Direction. Ok, það er komið á blað. Ertu með eitthvað annað?
Það þetta fárlega. Það þetta komin 2 lög og hafa bara 3 hlustum 3 lög. Hvernig Bacon meme, aha, getur verið skemmtilegt. Já, just það, ég held að ég geti nefnt það. Ok, herru, takk fyrir þetta, við ætlum að leipa einu nenna. Þessi var alveg með þetta. Hætt að rífast þetta, FM, góðan daginn, maður sjá. Ásta mistar þess að það var á arbarum. No. Blessaður. Nei, blessaður. Hvað er það? Ásta Nóðri. Herri, við viljum fá að heyra hérna Halo með Beyoncé. Halo með Beyoncé. Það er mjög gott. Þetta eru rosalega lög. Ég er ekki helst veistla það. Vertu alveg kyrr þar sem það ert. Vertu sitjandi þegar ég byrja að syngja eftir. Ég ætla að kíkla rappitin. Ég sitt hérna aftur í bíl. Ég er liggjandi. Ég ligg með fæðin fyrir lofti hérna. Það er þetta fárlega vel gert. Glæsum, takk fyrir að syngja. Já, verður blessaður með það. Blessaður. Þessi var hress. Hann var hress. Hann var farin að hann var liggjandi aftan í bíl og vildi bara fá að heyra Halo. Ég held að við ættum að gefa hann það. Já, ég var að taka einn enn hann að setja velja úr. Já, tökum einn. Hvað er komið með 3 lög? Við erum komið 4. Ok, fáum 2 frá þessu síðasta. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Já, þá nú hvern mann hérna í þetta. Já. Herði, þið verðið að taka Frozen Let It Go. Frozen Let It Go. Egil, þú ætti nú að kunna það. Þú ert alltaf með á snappinu með dóttiðinni. Það er repeat heima, 24/7. Ég þekki það vel. Herru, við erum komnið með við erum með Siu, við erum með One Direction, við erum með Halo, með Beyoncé, við erum með Frozen, við erum með fullt alveg. Þetta er ekkert léttustu lög í heimi samt. Nei, þetta er sannlega erfiðustu lög í heimi, en við erum samt klárið. Við erum tilbúin í þetta. Ok, takk aðeins fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Ok. Þá er ekkert að rífast hérna meina drengir, sko, það voru hlustendur sem veldur lögin. Já, við þurfum bara að fá núna á lag og æfa okkur í 1 mínútu. Eða við þurfum alltaf að ákveða hver tekur hvað. Já. Við þurfum 1 mínútu. Ok, ég setjum hérna því að Marja, sýstir mín á fertugsamali í dag, þá ætla ég að setja á King MC Gauta með sitt nýjasta. Það er djammali. Svo hendur okkur í þetta. Hefur þú skoðað Stöð 2 Marathon nýlega? Þar getur þú hort á heilu þáttaraðirnar þegar þér hendar. Evróski draumurinn, Show Me a Hero, Landnemarnir, Á uppleið, Breaking Bad, Matargleði Evu, Sopranos og margt fleira. Stöð 2 Marathon fylgir völdum áskriftarbökkum 365. Tryggðu þér áskrift núna á 365.is eða í síma 1817. Secret Solstice býður þér í 4 daga tónlistaveislu á bjartasta tíma ársins. Framkoma Radiohead, Deftones, Dee Antwoord, Action Bronson og Agent Fresco. Hvar verður þú þegar sumarið nær hámarki? Lífið er gott þegar þú leikur meira. LG G5 er komin í verslanir. Fyrst Beyoncé, nú El King. Það eru allir að tala um XO, heitasta hotla skyndibittan á Íslandi. XO, Jóðurhúsinu, Vesturbæ. Slys geta breytt aðstæðum í líf okkar. Það kostar ekkert að kanna þinn rétt. Hafðu samband. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Nú er eldsmiðjan á enn einum Ártúnshöfða. Eldsmiðjan. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það er hárrétt að Keiluhöllin sem að býður ykkur hér upp á FM 95 Blö og já, talandi Keiluhöllina, þá náttúrulega happy hour á sínum stað í kvöld frá 9 til 11, bæði kvöldu á morgun og rútuferðir frá 11 niður í bæ og það kostar 500 mann. Er þið með að keyra rútuna eða? Nei, ég held að það sé ekki svo gott, en það eru 2 frímiða með öllum sexy fötum. Það er að segja, þú köpir sexy fötu og farið frýtt niður í bæ. Ég er ekki sexy fötum. Ég ætla að taka United á morgun hjá King sem að vilja í Keiluhöllinni og það renna nokkrum jökulköldum. Já, ég er honum pínu stressað fyrir þetta leik. Þú ætla að taka hann með þér. Ég er honum mjög stressað fyrir þessari söngvakeppni okkar af því að við gerðum mistök. Já, málið það, við gerðum mistök að leyfa hlustendum að ráða þetta. Þau veldu 3 erfiðustu lög. Já, og ég fekk Halo og ég ætla að vera alveg hreinskilinn. Ég hef ekki hlust á þetta lag síðan, ég kann þetta ekki. Ég held að veri allt hræðilegt. Já, þú veist, ég man ekki rithman. Munið á hann þegar ég stakk upp að vera með 90s tema og þeir fóru að rífast yfir því. Hefði það ekki bara verið skynsamar heldur en að láta hlustendur velja? Þú erfiðustu lög allar tíma. Já, lögin sem við erum að fara að syngja er Chandelier, Let It Go og Halo. Við erum að fara að eyðileggja þessi 3 lög. Og mannorð okkar á sama tíma. Sko, ég tek Frozen-lagið. Já, ég hendi Halo. Það er repeat tema. Ég er bara að heyra það a gazillion times. Þú ert allavega í takt. Reynd að væri að hugsa og ég þekki það mjög vel en þetta er líklega erfiðasta lag svo getur sungið.
Þetta erfiðar heldur en Chandelier og Halo. Eru þau ekki ógeðslega líka? Tölvöld erfiðar, sko. Það Sia og Beyoncé Ég held að það sé engin manneskja á Íslandi sem getur tekið Halo nema hún Sigríður Þorleifsdóttir. Ég hef verið í brúðkaupi þegar hún söng Halo og það var fáránlega vel gert. Herru, ég hef verið þar sem hún söng þetta lag í afmæli hjá Sigurunars Pétur Jóhann fekk hana til að koma í afmæli. Fólk grætur, sko. Pétur fór að grenja af ást. Ég veit það. Hún náttúrulega alveg fáránlega, en það eina manneskja í Íslandi sem getur sungið þetta lag. Fyrir utan mig, náttúrulega. En þá það Egill hér allt klárt fyrir þig. Shit, ég ætla alltaf þú að byrja. Mér langar það helst að byrja, þetta er svo að rífa plástur af. Ég ætla bara að syngja með Harder eins og líka. Herru, ok, ég nummer 2. Við endum með þér. Það ég enda þetta, ok, þú ítir bara að play hérna og kannu þetta? Já, ég kann eitthvað play. Það nú ekki gott samt að vera í miðjunni svona gennum. En ég samt fara að stressast upp, sko. Já, þetta grínast. Ég er að svitna á bakinu við þínu hönd og ég er með öðran hjartslátt og allan pakkan. Áður en byrja að rífa kjaft, þeir eru báðir eftir með álíka krefjandi lög og ég. Já, þetta er hræðilegt. And you shut your mouth. Shut it. Ákveð kemur ekki texti. Kemur ekki texti? Ég var aður vídjón, það er bara svartu bakgrunur. Ákveð ekki vídjó þannig. Ég verð að fá texta að myndla. Snow glows white on the mountain tonight, not a forbidden to be seen. Oi, barasta. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Hann alltaf að vanda sig, ekki honum það? Við verðum allir að gera það. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Já. Herðu, veistu það? Mér fannst þetta bara að vera nokkuð fínt. Þetta var 10 sem skarra heldur en ég held þetta þið. Thank you, kind sir. Ég ætla ekki að segja það. Nei, þetta var ekki miskilegi. Þetta var ekki flott hjá þér. Ekki halda það í eina sekundu, sko. Þið bjöggu sér það lélegu að þið voru sáttir. Já, veistu það? Nú er ég stressaður. Væntingar skipta greinlega miklu máli. Það sem ég kann líka alltaf að meta, og þetta er sem eitthvað hlustendur að taka til sín. Ef þú ferð í karaoke, vandaðu þig. Þó sett lélegur að syngja. Ég ætla að koma yfir. Það verður að skemmta mér. Já, við sáum það bara handaþreifingunni. Hvað var það með þetta með puttana? Já, þetta er bara ég gerir þetta ég syng. Já, ok. Ég fæ að sjá. Þú fann Halo. Þannig ekki eitthvað rauðu punktur, þannig ég fæ að sjá, þú veist, hvar ég er stattur og svona í ræðu. Það verður vesen að koma eftir þessu. Þetta er óþægilegt. Það verður vesen að koma eftir þessu. Það er alveg rétt. Tilbúin? Nei. Þú heimtaðir Halo. Ég heimtaði það nú alls ekki. Þetta er byrjað. Ok, ég klári þetta maður. Gerðu bara þetta besta Steindi. Sing your heart out. Sýndu bara tilfinningar. Fólki mun náði. Ok, ég ætla að ímynda mér í sig á einhverju stadium. Einhver staðar, það kemur engin text. Þú veit, mátt tárast. Það er alltaf vandaðu þig. Remember those walls I built. Baby, you were there. They put up a fight. They didn't even make a sound. Jesus Christ, maður. I found a way to let you in. Nei. Við erum með hlustendur. Þetta var rosalega. Textið fóð svo hratt. Hann fóð svo hratt. Þú söngst ekki eins og það er lægið, maður. Ég var til í Richard vs. Stoney í karaoke. Nei, strákar, shit. Mér fannst þetta bara að vera mjög fínt. Ég hrósaði Agli á hann. Ég var mjög erfitt með að hrósa Agli og hef alltaf fundist það síðan í kynntustónum. Hann var svona 10 sunni betur en þú. Einu gallið við, að sko, þetta fóð svo hratt hjá mér einhvern veginn. Þetta er bara karaoke. Já, að sko, ég náði alltaf bara hálfum línum. Það er svo bara Bláa-línan. Kanntu ekki að lesa? Jú, Bláa-línan var alltaf bara farin einhvern. Ég ætlaði svona að reyna að catcha í svona. Það var bara vesen, en mér fannst ég standa ágætlega. Ég ætla að pýta, aðra áfram. Ég ætla að leiða fólki að ofta eitthvað bara. En hlusta þetta hérna. Halo.
Nei, ég er góður. Halo Blöð, það er verið að sko, það er verið að læna upp smassi fyrir þetta er bara blag, ég var að negla boltan upp í loftið eftir svona performance af Stoney. Ég veit það, það hjálpa mig hvað Steindi var lélugur, það var erfitt að koma eftir. En samt, ég var ekki það lélugur, þið eru bara í rugliður. Þetta var fínt. Ég muldraði 2 setningar, svo var ég bara í Halo. Skulum heyra bara þetta, hlustendur hafa að segja 511-0957, þau kjósa á eftir. Þau kjósa, hlustendur á það. En það er komið að síðasta laginu og það er ekki að það síður erfitt og það er Chandelier hérna með síu. Ok, maður sjá. Ég meiti mig þetta. Egil, varst þú með bakvið? Nei, ég bakvið. Ég man ekki eftir að Beyoncé var bakvið hjá mér þegar ég söng Halo á það. Þetta var 1 mínúta, nei, það var ekkert nema myrkur á bakvið því þegar liðbjóðum maður. Alltaf að hafa þetta upp í, er þetta ekki bara, þú vissum alltaf að leiðiltöfut, þú veit að það var meira spennt að fara upp í 4 eða 5. Ok, 4 atkvæði. Það myndi upp í 5. 5 er gaman. 5 er góð. 4 er ömurlegt tala. Ok, ég ætla að gera mitt besta. Ég heyrði það strax, ég var nervöst að lagi. Ég lendi bara eina í að kariútgönd. Halló. Halló. Lesu. Góðan daginn. Hvað segir þið miklu mistari? Nei, er þið? Já. Sko, eins og það var æðislegu performance hjá þér. Já. Þá verði ég að gefa þér að Steindi. Þetta var lélegt mjög eitt. En býtu, ég ætla að fá að verja með þess. Það sem ég var að lenda í þarna er að kariútgönd sem Öddi valdi, hún var eitthvað hraðar en orginalagi. Ég náði bara hálfum setningum max. Hvað fann þitt atkvæði? Ég veit ekki með þetta halva einu sinni, sko. Nei, ekki hlusta á hann. Anskoti. Hver fann atkvæðið þitt? Svo veit ég ekki alveg hvað Öddi var að gera að grína þér, Steindi. Þetta var viðbjóður. Þetta var bara eins og að væri verið að berja nokkurum köttum í vegg. Og hver fæði punktinn? Þetta er allt æðis. Þetta er gilsið að missa. Yes! Takk fyrir að hringja vinnur. Strax kom með punkt. Þetta kom ekki á óvart. FM, góðan daginn. Halló. FM. Hér á FM. FM. Hann er döður. Góðan daginn. Hver fannst þér, ég var að segja skástur í dag? Herðu, Egil var bestur, svona, hann fara ákveð. Yes! Þetta er ekki flókið. Takk fyrir að ringja. Þetta verður auðveld keppni. Já, með heyrist það. Fannst þér Halo samt ekki, það var eitthvað við Halo. Halo var ógeðslegt. FM. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Hvað segirðu? Blessaður. Ég get ekki sagt að annar og það er kjörðulega stökið og stúta. Yes! Ég veit það. Thank you, kind sir. Takk fyrir að ringja vinnur. FM. Thank you, kind sir. Til hlustanda með Halo. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hver fann þitt atkvæði? Herru, þetta var bara engin spurning að Egil á með þetta. Yes, það er komið. Það er 4-0. Takk fyrir þetta. Áður hleypir næstin, ég ætla bara að segja þér eitt hérna. Halo. Ég ætla ekki að taka hérna í viðbót. Jú, auðvitað. Steindi bara sko, Egil vann þetta og það er engin mál. En hlustaðu, Halo. Ég hefði fengið atkvæði, ég veit það. Aldrei. Ég veit ég komin til að vera. Því að það er engin móral þó að Egil hafi unnið karaoke. Nei, ég er ekki að sing my heart out í þetta skipti. Já, þú gerði best. Og ég held að það hjálpa mér þetta lag er að repeat heima. Sko, það hjálpaði helling. Já, ef að maður þetta er enn upp á slag og vera það að takja mánuða. Ég er nefnilega svolítið ósammála hlustendum að ég hafi flutt Halo svona illa. Já, þú mumlaðir helmingi á textanum fyrsta lagi, sko. Málið það, ég var bara, veistu það, ég sá ekki, þetta kom svona dökkblátt yfir textanum. Ég átti erfitt að sjá hvað stóð og þetta fór svo hratt, þetta lítur að vera eitthvað brenglu út á það. Mér stemmir svo skrítið og þú gast ekki lesið orðir, þetta er bara enska, sko. Já, þetta var svo hratt, sko, þetta fór bara, ég sá ekki það sem var, búið, það sem ég mista, það var dökkblátt. Nei. Jú, er hann ekki bara, getur ekki bara opnað þessa klippu, er hann ekki bara talking shit? Nei. Já, svona við erum nú að kveðja hérna, en maður segja, ég skal bara syngdu þetta. Já, syngdu með laginu. Já, ok, við skal bara prófa þetta hérna. Þú voru að hafa þetta í takt. Hæ? Þú veist, þetta er hraðari útgáfa eða eitthvað, þetta er ekki rétt útgáfa. Nei, þetta er ekkert hraðari útgáfa, þetta er bara venjuleg karaoke útgáfa hérna. Alltaf verið að svíka kallinn þetta. Skulum bara sjá. Egil, þú dæmir það, hvort þetta sé eitthvað svindl. Remember those walls I built. Þetta er bara nákvæmlega basic útgáfa, sko. Sér það er glöður They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. Ég veit það ekki, ég bara hef ekki týrt þetta lag í mörg ár. Hann er syngjandi
It's the risk that I'm taking. Akkur er ekki mumlandi, okkur hefði ekki I never go. Og veistu hvað? Þetta er svindl og ekkert annað. En það er komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blö. Við þakkum kærlega fyrir hlustunina í dag. Hætt að segja Halo. Ég er búin að slökkva í Steinda þarna. Við þakkum kærlega fyrir hlustunina í dag. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag. Guðni T. H. mætti einnig heimsótt til okkar svona sem að bara upp úr. Herru, við þurfum að fá annan forseta frambjóðana í næsta átt. Já, við skulum Hafþór eða Davíð. Já, bara eða Andra eða eitthvað. Við finnum eitthvað. Fáum Andra, já. En hafið það gott helgina. Og hvernig helgina þér, Steindi? Herru, hún er flott. Ég er með dóttir minni 2 ára sunnudaginn, en ég er með barnaafmæli og Til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Þannig að það verður bara Congratulations. Nóg að gerast. Já, Egill, við erum að fara á bikarúrslitaleikinn á morgun. Já, vonandi horfa á United lifta að dollu á morgun. Já. Og já, svo er náttúrulega systir mín heldur upp á ferðarsamlistan annað kvöld, þannig að það verður stemming. Ég held að Þetta verður góð helgi. það verður ekki Sun is shining, að sumar, að léttiði fólki. Nákvæmlega, þá Og við var hvetjum alla til að gefa okkur high five eða rekast á okkur. Já, endilega henda beint í high five. Hafið það gott helgina, kæru hlustendur, farið varlega, gangi hægt en gleðina dyr, en nummer 1 og 3 hafið það gott og við heyrumst eftir viku.